Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Jó, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég kom inn á áðan þá ætlum við að taka smá kvíld í bili á landsmóti hestamanna en við höldum því áfram hér eftir smá stund. En já, á línuna komin núna en Einar Árni Jóhannsson, körfuknattleiks þjálfari og já, strákanir okkar ungu og já, úrlingalandsliðin okkar voru að keppa í Finnlandi núna í síðustu viku. Einar Árni, komdu bless á sæll höfðingi. Já, sæll ertu. Hvernig hefur það? Ég er bara mjög góður. Já, þið eru heldur betur búin mikill í körfuboltaveislu þarna úti í Finnlandi? Já, þetta var mikið fjör, flott mót og bara virkilega gaman. Já, og já, þið byrjuðu það ekki í þar síðustu viku að keppa, eða? Jú, þetta var spilað, mótið var spilað við vorum hann í 6 daga, spilum hann 5 leiki. Já, en já, þeir gerðu svo lítið fyrir, það ekki, já, strákanir okkar 18 ára, þeir, já, urðu Norrlandsmeistarar? Já, við unnum alla leiki nema einn töpuðum bara fyrir eistum og vorum í þeirri stöðu að við þurftum að finna í síðasta leik og gera það bara með stæl. En já, svo var náttúrulega, já, hinn landsliðin okkar, þau voru nú ekki síðri á þessu móti? Stóðu sér bara öll ljómandi vel og það í rauninni vantaði ekki mikið upp á. Við teklum 16 ára kalla, þeir voru sekundu í rauninni frá því að koma sér í það að gera síðasta leikinn á móti Finnum og ústrækt og á móti Eistu með einu stíði sem að Eistarnir skoruðu sigurkoruna bara á síðustu sekundu. Og annað kvennalið, 18 liðið var með brons, þannig að og hitliði í 4. sæti, þannig að heilt yfir gekk þetta bara ljómandi vel og það er virkilega ánægilegt. Fyrsta skipti sem að við vinnum Norrlandameistaratitil karla megin síðan 2010, þannig að það er bara virkilega ánægilegt. En já, svona hópurinn sem skipar hann 18 ára kalla landsliðs, er þetta undan einhverjum körfuboltastjörnum eða er þetta allt bara svona nýjir uppsprettandi körfuboltamenn? Þeir eru nú bara fyrst og fremst þeir sjálfir. Þetta eru nú, einhverjir er að eiga nú foreldrar sem hafa nú verið í bolta hér á árum áður. Það er allavega sonur Sverrir Þór Sverrissonar og gæti tínt einhverja fleiri til. En þetta er nú fyrst og síðast bara þeir sjálfir. Þetta eru flottir strákar sem að stóðu sér bara virkilega vel. Á meðan þið voru þarna úti því hafið væntanlega það ekki fylgst með íslenska landsliðinu í knattspyrnuleiðinni eins og flestu landin, það virðist vera alveg sama hvar afreks íþróttafólki okkar væri að keppa núna, það virtust allir geta líka fylgst með landsliðinu. Já, við áttum reyndar alveg stór skemmtilega stundan í Finnlandi. Við horfðum öll liðin saman á Ísland-England og það var ótrúlega gaman. Það var búið að útvega okkur sal sem að liðin horfðu á og við reyndum framan af að horfa í gegnum appið hjá símanum. Við vildum hlusta á Gumma Ben en það svona gekk ekkert allt og vel, þannig að við þurfum að skipta yfir á finnska sjónvarpið en það var ótrúlega gaman og engin spurning að svona árangur er öllum íþróttamönnum mikill bara innblástur og frábært að fylgjast með þeim bæði innan sem utan vallar. Ótrúlega flottir fagmenn sem eru frábæra fyrirmyndir. En þetta náttúrulega með körfuna, það má segja eins og ég er komin heim og fleira með Evrópumeistaramótið í fyrra. Þetta byrjaði svolítið að vekja athygli mitt, eða ekki, fannstu það ekki með körfuna úti? Eru menn ekki svolítið á Norðurlöndunum að pæli bara hvað er að gerast þarna á Íslandi með þessa hópíþróttir? Jú, ég held að það sé ekki þetta mótmæla því að við verðum alveg arfið það og ég er búin að sjálfur vera ansi lengi í þessum yngri landsliðum, einhver 15 ár og maður finnur það alveg að svona áhugi þjálfara og fleiri sem að sportinu koma gagnvart því sem að við höfum verið að gera á síðustu árum er svo sannarlega til staðar og
menn spyrja sig alveg að því hvernig á þessu standi að við séum að ná þetta góðum árangri með alla boltagreiðina, körfubolta, handbolta, fótbolta í þessum stórmótum og í rauninni ekki bara með heldur erum að veita mörgum af þessum stærstu þjóðum bara heilmikla samkeppni og þannig að handboltinn hefur svo sem verið í þeirri höllínu lengi en þótti langsótt að sjá bæði körfubolta og fótbolta komast í tæri við þessi bestu lið bara vegna stærðar íþróttana en það hefur tekist með mikilli vinnu og það er ekki spurning að áhorfendur og svona þeir sem að þessu koma hafa heilmikið að segja og það er margir sem að dásta því að sjá til að mynda bara íslensku stuðningsmennina eftir að liðin er að ljúka keppni samanber síðasta leikinn á Eurobasket Berlin á móti Tyrkju. Það sem að íslenska stuðningssveitin stóð þarna lengi vel eftir leik og hvatti sína menn og þakkaði fyrir frammistöðuna og sama gerðist í París í gær. Þannig að ég held að við séum nú alveg að heilla ansi marga í Evrópu með svona okkar framfyrir. En í körfunni sjálfri þú ert náttúrulega búin að þjálfa í smá tíma og finnur hver er svona helsta ástæðan á bakvið árangurs körfuboltans eins og bara með úlingalandslið og fleira nú bara stutt síðan að við hefðum engin úlingalandslið, við áttum náttúrulega ekki efnaði og eigum kannski ekki endilega efnaði í daginn í dag en það er eins og þessu margir sem að leggjast á pólinn því að náttúrulega Norðurlanda þjóðirnar, þær að leggja svolítið peningið það ekki í úlingalandsliðin sín og fleira? Jú, ég held að íþróttastarf. Það sé engin spurning að þetta nú svona þú ert að koma inn á þátt sem að ég held að ríkisvaldið þurfum nú að fara að skoða upp á nýtt að það liggur nú bara fyrir að það skiptir engu máli í rauninni hvar við komum niður. Við getum ekki bara að tala um boltaíþróttir, íþróttir það bara almennt, bara árangur Íslendinga bæði í yngri landsliðum og allandsliðum er til fyrirmyndar og það er gert í miklu fjársvelti, það er bara þannig. Það er litlir aurar sem að í rauninni sérsamböndin er að vinna með frá ríkinu samanborið við aðra þjóðir og ég gerum ekki fyrir því að við getum ekki borið okkur saman við hvert sem er en bara í samanburði við Skandinavíu þjóðirnar þá er þetta mikill munur sem að liggur þarna á milli og ég held að þetta sé eitthvað sem þurfa að breytast í að við erum að fá það bara svo fast í æð að hvað þetta skiptir þjóðarsálega miklu máli að sjá fólki okkar vera að standa sig vel á erlendu vettvangi að þetta er góð fjárfesting, þetta eru frábæra fyrirmyndir í öllum þessum íþróttum og þarna er fjármunum virkilega vel varið. Varðandi körfuna og framgang hans körfuboltans og slíks. Það er svo margir þættir sem hægt er að tína til sem að skipta máli í þeim efnum en það er náttúrulega kannski eðlilegast að byrja að nefna bara öfluga sjálfboðaliða sem að fara fyrir deildunum í landinu, fara fyrir körfuboltasambandum sem að leggja mikla vinna á sig sem að gera það verkum að leikmenn og þjálfarar geti stundað íþróttuna kappi og þetta er svona margir samverkandi þættir sem hafa spilað þarna. Við eignast þó nokkra atvinnumenn sem hefur rítt undir áhuga, það er bara svo margt sem að spilar inn í en á endanum er það þannig að A-landsliðin skipta gríðarlega miklu máli og að þau séu að spila á meðal þeirra bestu skiptir óbúslega miklu máli samanberði að íslenska liðið var í Berlín fyrir Eurobasket. Það er það sem að við þurfum að passa upp á að við séum að halda áfram að búa til öfluga leikmenn sem geta komið hlutunum þannig fyrir að við séum að spila meðal þeirra bestu. Svona oftast nær. Það er það sem að ítir enn frekar eftir áhugan á íþróttum. Svona áður en ég sleppti þú ert að þjálfa Þorlákshöfn og það styttist svona ónt í tímabilið næsta, það er náttúrulega í október reyndar en undirbúningu væntanlega svona aðeins hafinni eða ekki, eða svona? Jú, við þetta er svo sem þannig að þetta er nú alveg
góðir 11 mánuður á árið sem að fer í vinnu með liðið og við höfum svona kannski verið núna í júní, í maí og júní mest í lyftingum og það styttist í þetta og við höfum svona kominir af stað svona í þessu svona, hvað ég segja, liðsfyrirkomulagi svona í stemma í ágúst. Það bara mikið tillökun og skemmtilegur vetur í vændum. Við erum bara virkilega brattir. Það stemt að því bara að byggja ofan á góðan síðasta vetur og við höfum náða rétta raðirnar aðeins, þannig að við erum bara brattir og það er bara mikil tillökun í Þorlákshöfn fyrir komandi vetri. Já, hann er það ekki úti, hann fór út daginn, hann Ragnar Nathannesson að æfa með Dallas Mavericks. Þetta er kannski almennur hlustandi áttar sig kannski ekki á því hvað körfubolta íþróttin er stór, hvað er erfitt það ekki að komast í Bandaríkjunum? Þú þekkir aðeins þessa aðstæður hérna út í Bandaríkjunum. Jú, það er engin spurning, það er heljarinnar mál og það er náttúrulega svo gríðalegt magn af leikmönnum sem að er að bítast það að komast á þetta stóra svið sem að NBA-deildin er og það Ragnar hafi staðið til boða að fara þarna á æfingar, svona úttaksæfingar fyrir sumardeildina hjá Dallas Mavericks. Það er náttúrulega bara heiður og mikil reynsla og hann er núna staddur í Seattle og er að spila þar í sumardeild og er bara að bæta í reynslubákan. Þetta er náttúrulega bara frábært tækifæri og svona fer á CV hans og í versta falli gerir hann reynslu meiri en það er náttúrulega langsótt í þessari baráttu, það sem að, eins og segi, margir leikmenn að berjast fáar stöður að þá komst hann til miður ekki áfram í þessu verkefni hjá Dallas en reynsla eitthvað síður og bara frábært tækifæri. Einar Árni Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best í sumar. Hvað tekur núna við hjá þér eftir Norðurlandameistaramótið? Nú erum við bara að renna inn í undirbúning fyrir Evrópukeppni. Ég er að fara með 18-liðið til Makedóníu 27. júlí þar sem að við spilum í B-deildinni og þar erum við að spila einhver 8 leiki á 11 dögum og þannig að nú er bara verk að vinna að slípa okkur til fyrir það. Ég var mjög ánægður með liðið í þessu Norðurlandamóti og virkilega ánægðilegt að ná að landa sigri þar en við þurfum að halda áfram að vinna okkar leik og standa klára á því að mæti okkar bestu standi þegar kemur í lok mánaðar fyrir að vera til Makedóníu. Einar Árni, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best. Það verður gaman að fylgjast með núna í lok júlí. Takk kærlega. Bestu þakkir. Já, blessaður. Við höldum áfram í sportinu. Næsta sem við ætlum að fara í, ég ætla að reyna kanna hvort ég ná ekki sambandi Þórólfsstaði og ég ætla að heyri hún Bjarna Þorkelssyni. Hann er náttúrulega gamall körfuknattist leikmaður en hann er náttúrulega þekktar kannski svo sætturöndum, maður veit það ekki en við ætlum aðeins að heyra Víkingaklappi sem var núna í Reykjavík þegar landslið Íslands í knattspyrnu kom til landsins og þeir velkomnir heim og þeir tóku Víkingaklappið í síðast skiptið með áhorfendum í bili. Kannski einhvern á trommuna. Og þetta er að sjálfsögðan Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði íslenska landsliðsins. Tólumækin beint í það. Herru, hérna, hún má taka mækin. En allavega, takk fyrir okkur.